Borgarstjórinn óskaði mönnum til hamingju í dag með að Bitruvirkjun hafi verið slegin af. Bæjarstjórinn í Ölfusi óttast afleiðingarnar. Ólafur F. Magnússon borgarstjóri segir að Bitruvirkjun hafi endanlega verið slegin af. Það þýðir að 1 milljarður króna sem Orkuveita Reykjavíkur hefur varið til undirbúningsvirkjuninni telst glatað fé. Þá mikil óvissa uppbyggingu atvinnufyrirtækja sem hugðust nýta raforkuna. Kristján Mórinarsson. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkti einróma í morgun að hætta undirbúningi Bitruvirkjunar á Hellisheiði og fresta öllum frekari framkvæmdum á svæðinu. Þetta var ákveðið eftir að Skipulagsstofnun lagðist gegn virkjuninni í áleiti í gær. Þýðir þessi ákvörðun að þið eru að fresta málinu eða er það að slá Bitruvirkjun endanlega af? Það alveg ljóst að við erum að slá Bitruvirkjun af, minnstu hvort að sinni. Ég skal ekki segja hvað gerist alla framtíð, en ég held að sé alveg ljóst að það verði enga framkvæmdir þarna í nánustu framtíð. Borgarstjóri fagnaði niðurstöðunni á borgarstjórnarfundi í dag. Bitruvirkjun slegin af að mínum mati, það alveg hvelljóst. Og segir sjálfstæðismenn sammála. Við erum alveg einhuga í þessu máli. Hann benti á að það hefði verið erlistaflokkarnir sem settu Bitruvirkjun upphaflega á dagskrá. Borgarfulltrúi Framsóknarflokksins telur að menn hefði átt að bíða með að slá virkjunina af og gefa borgarstjórn tækifæri til að skoða málið gaumgæfilega. Ég óttast það svolítið að menn séu að loka fyrir frekari möguleika á orkunýtingu á háhitasvæðum með þessari ákvörðun sinni. Samkvæmt upplýsingum frá Orkuveitu Reykjavíkur hefur undirbúningur Bitruvirkjunar kostað 1 milljarð króna og meta menn það svo að þeir fjármunir teljist nú glatað fé. Viðræður hafa verið í gangi að nýta orku Bitruvirkjunar meðal annars hér í Þorlákshöfn og hér eru menn því ekki í gerhrifnir. Bæjarstjóri Ölfus lýsir vonbrigðum og óttast afdrif kísilhreinsunarverksmiðju. Þetta var mjög áhugaverður atvinnurekstur að fá hérna inn á svæðið. Þetta eru 300 störf í þessum fyrirtækjum og þetta eru háskólamenntað fólk, yfir 100 háskólamenntaðir aðilar. Þannig að það hefði verið mjög gott innlegg hérna inn á þetta svæði. Okkur vantar meiri fjölbreytni, það alveg klárt. En þú óttast að þetta sé fyrir bí? Ég allavega óttast að það geti komið ákveðin seinkun í þetta, en ég ætla ekki að fara að afskrifa það núna, en ég óttast það, já, það geti orðið tafir á þessu, að þetta verði sem sagt að veruleika.